Hæ, hér koma nokkur ráð það hvernig má bæta inn notendum inn á vettvang vaxtar. Einfaldlega svo ég sjái þá ég hér inn á admin hlutanum og hér væri þá heiti viðkomandi fyrirtækis að sjálfsögðu, en hér eru þessi 5 valkostir yfir toppinn á síðunum og þið ætlið að bæta nemendum þá einfaldlega farið hér í fleipar sem heitir nemendur og þið sjáu hvaða passi gildur hér. Og þið einfaldlega smellið á viðkomandi passa, nokkur fyrirtæki hafa verið með fyrirtæki ári hjá okkur. Síðan erum við hérna með, getum við bætt við notendur hérna, annaðhvort með því að hlaða þeim upp í gegnum Excel-skjal eða ef þið eru með notendur á öðrum passa, þá getið þið útleitað passana til viðkomandi notenda eða stofna notenda beint. Og ef ég sýni ykkur það fyrst, að þá erum við bara að bæta hverjum og einum fyrir sig og bara nafn og eftirnafn að sjálfsögðu og netfang viðkomandi vinnustaðar og síðan valkostur hér hlutverk. Þannig að nemandinn annaðhvort stjórnandi eða starfsmaður án mannaforráðs. Hann getur líka verið tilgreindur sem leiðbeinandi, það er að segja einhvers innan hús hjá einhver sem að þjálfa með okkar efni eða adminstjórnandi sem væntanlega einhver eins og þið sem hafi þá aðgang að bakhluta kerfisins. Ég ætla að velja hérna þennan sem stjórnanda og þá sér hann efnið okkar með þeim hætti sem að matreitt fyrir stjórnendur. Nú þið hafið nokkra valmöguleika líka hérna að senda til dæmis út velkomin tölvupóst frá kerfinu sjálfu og það ágætt að gera það hver notandi senda tölvupóst beint frá kerfinu og svo líka valkostur hérna að fá vikulegt fréttabréf með tölvupósti og það að sjálfsögðu valkvætt. Hér ætla ég að stofna notanda og það sem gerist þá strax það að viðkomandi hefur aðgang kerfinu og fær þá tilkynningum beint inn í inboxið. Ég ætla ekki að stofna þennan, ég ætla að sýna ykkur aðra leið til þess að hlaða upp notendum. Og það sem ég getið einfaldlega gert að sækja þessa forskrift að Excel-skjali sem að sýnir ykkur nákvæmlega hvernig Excel-skjalið hægt að leita út og þegar þið sjáu það hér að það sjáu þetta mjög einfalt skjal, þetta bara einfaldlega netfangnotenda, því að sjálfsögðu setja inn fornafn og eftirnafn og síðan hlutverkið og þið sjáu hérna í rauðakassanum að þá getið tilgreint hvort að viðkomandi sé stjórnandi, starfsmaður, þjálfari eða admin og ef þetta eru stjórnendur þá alltaf læg bara að skilja þetta eftir autt. Ef þið hafið tilgreint teymið þá ágætt líka að hlaða með pjarnaverð tilgreint teymið og síðan hvort að til að 360 matið valkvætt eða ekki aðgengilegt og þá sjáu þið það orðinu optional eða hidden. Nú þegar þið sækja þetta þá veljið bara skrátisafill að hlaða upp og einfaldlega opnið hana og haldið áfram með því að hlaða upp. Mjög einfalt að þá verður komið með allan listan hér inn og getið unnið með hópinn þaðan. Þannig að svona lítur þetta út, mjög einfalt leið til þess að bæta inn notendum inn á vettvang vaxtar og þið að sjálfsögðu sjáu alltaf hvað þið hafið mörg sæti, hvað þið eru með marga passa virka og í næsta skeyti þá sýni ykkur hvernig má útvita í teymi. Minni ykkur á allar þessar upplýsingar að sjálfsögðu inn á Sendax-kynni okkar og þá þið einfaldlega með sendax.com og hér til dæmis hafið þið aðgang af ítarefni það hvernig þið stjórnir notendum til að mynda að breyta 360 aðgangi, hópstjórnun og svo framvegis. Eða hvernig þið takið út notendur og allar spurningar hér mjög einfaldar og skilvirkar með myndböndum og öðru. Gangi ykkur vel og njótið þess að upplifa hér vettvang vaxtar.